Komið sæl aftur, við höldum áfram hér í föstudagstættinum, föstudaginn 24. mars og hingað í sófann til mín komin formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Smári Sigurðsson, vertu velkomin. Takk. Mér langar að fá að rekja úr þig gatnirnar varðandi Save Travel verkefni sem að þið hafi leitt, ekki sem byrjaði bara í gær, heldur, hvað þetta, 12 ára gamalt verkefni? Já, þetta er 12. ári núna sem að við byrjuðum á þessu verkefni. Það var auðvitað minna í sniðum í upphafi og við sáum ekki svona langt fram í tíman þá. En þetta byrjaði, fyrir 12 árum þegar við byrjuðum á því að fara með hópa sjálfboðaliða úr björgunarsveitunum inn á hálendið til að standa vaktina á 4 stöðum á hálendinu. Og markmiðið þá var að vera til taks ef eitthvað brygði út af og að miðla upplýsingum til gesta okkar. Þá var svo sem ferðamannastraumurinn að aukast þó hann hafi ekkert verið í líkingu við það sem í dag. En þá strax sáum við árangurinn á því að miðla upplýsingum og svona. Markmiðið var að koma í veg fyrir óhappaslys. Save Travel, öruggar ferðir. Hvernig það uppbyggt? Hvað? Þetta byrjaði með þessari, þá stóðum við eina þessu, Slysavarnafélagi Landsbjörg, og síðan sáum við árangurinn að þessari upplýsingagjöf og ferðamannastraumurinn fer síðan jafnt og þétt aukast og þá áttuðum við okkur á því að það væri full þörf á að upplýsa gestin okkar sem við vorum að bjóða hérna heim bæði kenjar, náttúrunnar og okkar og þá fórum við að draga að borðinu fleiri aðila sem auðvitað höfðu hagsmuna að gæta, ferðaþjónustu aðila og síðar komu inn í þetta ráðuneyti ferðamála og samtök þeirra aðila sem í ferðaþjónustunni komu að þessu með okkur og úr var þetta Save Travel verkefni sem snýst að miðla upplýsingum til að gera ferðalög gesta okkar öruggari. Og núna bara í síðustu viku þá fengum við viðurkenningu svolítið á þessu verkefni þar sem að ráðuneyti ferðamála og aðilar í ferðaþjónustu sem eru samstarfsaðilar okkar í þessu ásamt reyndar fleiri fyrirtækjum en við draugvagnin og það var skrifað undir 3 ára samning sem að treystir fjárhagsgrundvöllin á verkefninu og tryggir það í sessi næstu 3 árin. Og það voru töluverðir fjármunir sem að þessir aðilar lögðu í verkefnið en Slysavarnafélagi Landsbjörg að leggja samsvarandi fjármuni í þetta verkefni af sínu sjálfsaflafé. Auk þess sem nú kannski það verðmættasta í þessu utan við þann árangur sem við náum að það allir sjálfboðaliðarnir sem eru til í að standa sumarlangt á hálendinu í þessu verkefni og það ekkert sjálfgefið að það fáist. Þannig að allavega við horfum bara björt á framtíðina hvað þetta varðar og við erum alltaf að bæta okkur og reyna að gera betur og nú erum við til dæmis komin með skjái, upplýsingaskjái á allflesta staði sem ferðamenn stoppa á, allt í kringum landið. Skjái sem að miðla upplýsingum veðurspána, færð á vegum og ef það eru stormviðvaranir eða mikla rigningar eða mikið í ám og lækjum á fjallabæki og svo framvegis. Og það þið sem hafi sett upp alla þessa skjái á eigin kostnað? Já, með sem sagt það eru samstarfsaðilar okkar sem leggja fjármuni á móti Slysavarnafélaginu Landsbjörg í þetta en við, þar að segja félagið Landsbjörg, dregur þetta verkefni alveg áfram og stýrir því verkefni. Og þessi samstarfsaðilar okkar koma að hugmyndavinnunni og að hluta til að þessari fjármögnun. Og allt þetta gert með það að leiðarljósi að koma í veg fyrir slys? Já, það aðalmarkmið, enda þetta Slysavarnafélag. Þetta snýst ekki bara leit og björgun, þetta snýst líka það að koma í veg fyrir óhöpp og slys. Og við erum ekki nokkrum vafa og það þess vegna sem að samstarfsaðilar okkar eru fúsir að slá í og gera betur vegna sem við eigum alveg sjáanlegan árangur á þessu verkefni. Það ekki nokkur vafi það. Nei. Vegna þess að það oft talað það að við séum alltaf að aðstoða einhverja útlendinga á einhverjum jarísum. Þetta ekkert alveg rétt, þar að segja, við erum að aðstoða marga en það þannig að verkefni okkar varðandi erlenda ferðamenn, þau hafa ekkert haldist í hendur við þá gríðarlegu aukningu sem á erlendu ferðamennum. Nei. Alls ekki. En vissulega eru verkefni fleiri vegna ferðamanna en svo erum við líka
aðlaga okkur svolítið að þessu. Þetta eins og það konið verktakar víða í að draga fasta bíla þar sem að snýst ekki að hættu á fólki. Að þetta ekkert endilega hlutverk okkar sjálfboðaliðan að fara út til þess að draga einhvern bíl til að greiða götu ferðalangsins. Að þetta nú svona alltaf þróast í rétta átt og komast í betri farveg, en markmiðið að koma í veg fyrir öll þessu óhöpp og slys með miðlun upplýsinga meðal annars. Talandi götur og vegi, þá það orðið algengara að vegum sé lokað og þá væntanlega í forvarnaskyni. Þetta eru fjallvegir sem kannski við treystum okkur oft yfir, Íslandingar, en nú eru bara aðrir á vegunum. Já, þetta bara alveg nýr veruleiki fyrir okkur og það verið að loka heiðum og margir Íslendingar hundfúlir yfir því að Öxnadalsheiði eða Hellisheiði sé lokuð, en staðreyndin bara svo að við erum með alveg nýjan hópa af ökumenn sem hafa aldrei upplifað vetur eða hvað ég var að segja, vanþróaða vegi eins og hér eru nú sumir hverjir og þessu lokað ekki þetta engin illkvittni, þetta bara nauðsynlegt vegna að það fer allt í skrúfuna ef að Hellisheiðin opin og við fáum 1000 erlenda gesti til að fara upp á heiðina sem ekki kunna að tækla þetta. Ja, en við langar að spyrja þig, í gær voruð þið að stíga kannski pínuð framfaraskref í Safe Travel verkefninu með þessu beina myndsíma sambandi. Segðu mér aðeins frá því, hverju breytir það? Við erum búin að vera núna síðustu ár með svona post eða upplýsingaborð í upplýsingamiðstöð ferðamála í Reykjavík sem núna staðsett í höfuðborgarstofu. Og þar erum við með sérfræðinga frá félaginu sem að svona sérhæfa sig í að miðla upplýsingum þessi öryggismál og taka púlsinn á hverju morgni, hringja í landverði og skálaverði, hafa samband við björgunarsveitirnar á hálendinu og tala við lögguna og vegagerðina og svona safna öllum þessum upplýsingum til þess að geta miðla til ferðalanga og núna verið að setja upp á Akureyri í upplýsingamiðstöðinni svona beintengingu við þessa sérfræðinga sem eru svona búin að sérhæfa sig í þessum upplýsingum, þannig að nú þetta að taka myndsímtal við þessa aðila sem eru þá með þessar upplýsingar á hreinu og þetta og þjónustan getur líka tekið yfir tölvuskjáin sem þú ert fyrir framann og sýnt á korti hvar á að keyra upp í Laugafelli eða útskýra fyrir þig hvernig veðurspáin þannig að þú sjáir mynd af því í leiðinni sem hefur verið að sýna fyrir þér. Þannig að þetta svona bara eins og að mæta á staðinn og fá upplýsingar. Já. Ég spái því að þetta komi á fleiri staði núna það sem ekki svona, hvað ég var að segja, full þjónusta, að þá geti menn komist bara í svona myndsamband inn í höfuðborgarstofu sem að stendur vaktina þar alla daga, árið kring. En ekki líka verið að þróa ýmis upp og allskyns hjálpartæki fyrir túrista? Jú, þetta bara alltaf, tæknin hjálpar okkur og alltaf fullri ferð og eins og bara núna að það sem liggur fyrir ákveðin vá í kringum eldfjöllin á Suðurlandi og við erum með nýjan veruleika þar, við erum með miklu fleira fólk út allt og upp allt og þá reynir á að koma upplýsingum til ferðalanga, hvort sem það eru Íslendingar eða erlendir ríkisborgarar að fólk inn í landmannlega svæðinu kringum Mýrdalsjökul, kringum Heklu, að núna til dæmis hægt að senda skilaboð í alla síma á svæðinu það að það sé vá í vændum og það þurfa að rýma svæði. Og ég giska á að þróunin verði með þessi að við notum okkur símana, getum sendt upplýsingar hugsanlega í alla bíla sem að nálgast Öxnadalsheiðina ef hún skyndilega lokast að þá sé þá tækifæri til að senda bara í þessa síma sem á þessu svæði, búið að loka heiðinni eða óveður eða hvernig sem það Og það ekki bara íslenski símar? Nei, þetta var, ef ég kann nú ekki mikið í tæknimálum, en ég held þetta hafi verið þannig að þetta voru bara íslensk númer sem við gátum komist í, eða neðalínan, en núna held ég að sé búið að opna þetta þannig að nú þetta sendið í alla síma, líka erlend númer, bara að sé kveikt á honum og hann sé tengdur einhverjum sendi. Líka breyting að verða að vera að gefa túristunum upplýsingarnar fyrr eins og bara í flugvélunum á leið til landsins, það? Já,
Og það er mikil ásókn hérna gesta okkar að afla sér þessara upplýsinga. Já. Og við höfum auðvitað vakið athygli á þessu og með þurfi aðeins að læra á íslenska náttúru og íslenska kenjar. Já, þeir koma vel undirbúin, en svo eru líka mjög margir sem koma og fara í einhver ævintýraferðir að leggja inn ferðaáætlun í þessu hjá Safe Travel. Fara bara inn á þessa vefsíðu og skrá ferðaáætlun sína og þá hvar þeir ætla að gista og hvenær þeir að flug heim og svo framvegis. Og ef að þau ekki síðan skrá sig út úr kerfinu, að þá poppar upp hjá neyðarlínunni að þessi aðili hefur ekki tilkynnt sig tilbaka, þannig að nú þarf að athuga máli, sko. Flest málin leysast vegna þess að viðkomandi gleymdi að skrá sig út, önnur leysast af því að viðkomandi lengdi ferðina og þá sjáum við hvað gististaðan var á og getur hringt þangað. Þetta er búið að spara mörg spor, en þetta er líka búið að koma í veg fyrir það að fólk sem hefur verið týnt, því að við höfum sett aðgerðir í gang þar sem að viðkomandi skilaði sér ekki, sem að annars hefði ekki uppgötvast fyrir löngu síðar. Þeim fjölga mjög sem að skilja eftir ferðaáætlanir hjá Safe Travel. Og myndirðu hvetja Íslendinga líka bara allar til að gera þetta, eða? Já, ég myndi nú gera það vegna þess að ég kallar reyndar alltaf svolítið eftir íslensku heiti á þetta Safe Travel. Það er svona, já. Er ekki bara ágætt að biðja fólk að koma með eitthvað gott? Vantar einhvern svona samnefni. Ég held í raun og veru að framtíðin liggi þarna að safna öllum þessum upplýsingum inn á eitt stað. Já. Veður, vegagerð, ófærð og frá almannavörnum og allt þetta og þetta með ferðaáætlanirnar, já. Þetta er orðið svo einfalt í þessari nútíma tækni. Þetta er í raun og veru bara að þú skráir þetta inn sjálfur og það er ekkert kíkt á þetta ef að þú síðan stimplar þig út aftur og þá er þetta bara, máli bara búið, sko. En ég lýsi eftir íslensku góðu heiti svona stuttu á Safe Travel verkefni, já. Já, við skulum láta það vera lokaorðin og takk fyrir komuna, Smári. En ég ætla að víkja sæti hérna fyrir henni Sigríði Gretarsdóttur sem er nemi í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri. Hún ætlar að ræða við Hafstein Jakobsson, deildarstjóra Rauða krossins á Eyjafjarðarsvæði verkefnið Heimsóknarvini.